Evrópusambandið í sko herferð gegn málfrelsi til dæmis. Evrópusambandið er nánast í herferð gegn alþjóðlegum viðskiptum að hvað var það sko iðnað, þú veist, iðnaður hefur dregist svo svakalega saman að tala að landsframleiðsla í Evrópu hafi verið 90% af Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum síðan, núna komin í 70% og fer bara minkandi. Allar þessar skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu sem eru komin langt út fyrir þau takmörk sem að Evrópusambandið sko hefur sett sjálft sko. Allir þessi þættir bendi þess að þetta sé óskynsamlegt að fara þarna inn. En síðan hitt einmitt með gjaldmiðilinn eins og ég segi og mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með þeirri umræðu sem að nú hefur átt sér stað á síðustu 2 vikum með dýrtíðina og verðlag á Íslandi sem að við náttúrulega erum vön þeirri umræðu. Hérna hræðilegt veður og hérna hræðilegt verð. Veist, það bara, og við höfum einhvern veginn öll verið sammála þetta mjög lengi vel. Og mér finnst mjög gott dæmi þættirnir hennar Lóu Pindar Aldísardóttur sem hún búin að vera með þessa þáttur sem heitir Hvar best að búa og þetta eru frábæri þættir. Mér finnst mjög gaman að horfa á þetta. Hún fer og heimsækir Íslendinga sem búa í hinum og þessum heimshornum og okkur finnst spennandi að líta inn til fólks fyrsta lagi og hvað þá það eru Íslendingar sem hafa tekist til og pakka niður í föggur og farið á vit ævintýramennskunar og sest að í framandi löndum. Þannig að þetta eru mjög skemmtileg þættir. Og í hverjum einasta þætti, hefur hún gert í 10 ára eitthvað, þá erum við svona fastan lið, þar sem hún fer út í súpermarkað í þessu tiltekna landi og hún ber verð á tiltekinni einhverju vísitölu matarkörfu við sambarilega matarkörfu á Íslandi. Og svo kemur stóri dómurinn í lok þáttarins, bara tjing tjing, það 30% ódýrara að versla í matinn í þessu landi og ég verð bara að viðurkenna, ég búin að horfa á alla þessa þætti og aldrei nokkuð tímann hugsaði ég en sem með hlutfall af ráðstöfunartækjum. Hvernig lítur þetta þá út? Og það einmitt það sem búið að vera að benda á núna, þegar það reiknað sem alltaf skiptir öllu máli. Hversu dýr matarkörfan sem hlutfall af tekjunum þínum? Og þá sem sagt, eru gögnin þannig að hún í raun og veru miklu, miklu ódýrari á Íslandi. Og ég veit að fólk á margt erfitt með að kyngja þessu. Já, en það samt fáránlegt. Ég sá þetta inn á vefsíðunni hjá Konráði Guðjónsson, var að skrifa greinarinn þetta á Substack. Og þá kemur hann Egill Helgason, sem það ekki að taka það fram, ég bara ber mikla virðingu fyrir Agli, hann skarpur þjóðfélagsgreinandi og mjög klár maður, en hann kemur inn í umræðuna og segir, nei, heyrðu Konráð, veitu, þetta nú það fáránasta sem ég hef heyrt hingað til, ætla að reyna að tella okkur trúum það að Ísland sé ódýrt, sko. Og Konráð segir, lestu greinina og þetta við að tala sem hlutfallar ráðstöfunartækjum og þá segir Egill Helgason, heyrðu, Konráð, við höfum komið til útlanda, sko. Þú reyndu þetta ekkert. Ég búin að fara í súpermarkaðin á Greiklandi og ég veit alveg að mjólkin ódýrari það heldur en á Íslandi. Og hann segir, við erum að tala sem hlutfall af ráðstöfunartækjunum þínum. Það miklu erfiðara, dýrara fyrir Grikkjan að fara og kaupa mjólkurfernu heldur en fyrir Íslendingin að fara og kaupa mjólkurfernu. Þannig að þessi umræða og sjá viðbröðum við þessu einhvern veginn, af því að Evrópusinnarnir segja bara, byrju nú mokkin bara komin í sinn áróður og segja þessi ódýrt á Íslandi, já. Og þau segja, herðu, við hlustum ekki á þetta, við þurfum að sjá hvað stendur í samningnum. Ég nenni ekki að hlusta á Mokkan eða Konráð Guðjónsson að segja mér eitthvað, ég vil bara sjá hvað stendur í samningnum. En það aldrei að fara að standa í samningnum, matvælaverð verður þetta mikið ódýrara og matvælaverð verður allir líkindum ekkert ódýrara. Það þarf að lækka gengi krónunar til þess að getum verið samkeppnishæf